Það rétt að með hagkerfi lokað og með mjög mikla fjárfestinga þörf hjá lífeyrissjóðunum að þá ástæða til þess að fylgjast mjög grannt með því hvaða áhrif það hefur að þeir hafa fáa fjárfestingakosti hérna innanlands og margir segja að það séu svona vísbendingar of mikla eftirspurn og bólumyndun það og verkefni þá í raun og veru að reyna að fjölga fjárfestingakostunum og ég vil nú meina reyndar að við séum ekki komin í einhverja augljósa bólu ennþá, en ég hef miklar áhyggjur af því að lífeyrissjóðirnir hafi ekki úr þeim fjárfestingakostum að spila sem að þeir þyrftu. Og hvað er þetta að gera til þess að laga það? Já, þar gæti skipt mjög miklu til dæmis að okkur tækist að koma bönkunum aftur í skráningu þegar framleiða stundir, þannig að það auðvitað augljós fjárfestingakostur og þetta mjög stór fyrirtæki fyrir lífeyrissjóðunum til þess að fjárfesta í, þannig að það Hvenær gerist það eiginlega? Þú talar um að koma aftur, þú basically að tala um að selja þá. Hvenær getur það gerst? Það mun gerast samhliða því að okkur tekst að stíga stór skref í haftaferlinu, afnámi haftana. Ok, þá spyr ég bara því, hvenær afnumum við höftin? Það ekki hægt að fullyrða neitt það, en ég bjartsýnn á að við náum miklum árangri á tiltölulega skömmum tíma þar, vegna þess að ég sé hvaða hagsmunir eru miklir beggja megin borðsins. Þeir kröfuhafar sem að horfa til Íslands, annars vegar í þessum þrotabúum, hins vegar þeir sem eiga krónur á Íslandi og sem koma ekki út úr landinu, þeir hafa gríðarlega mikla hagsmuni, fjárhagslega hagsmuni af því að komast sem fyrst í þessa peninga. Og það eitt og sér eykur mér bjartsýni að það sé hægt að komast að niðurstöðu sem að leysir vandann. Af hverju ekki að nefna einhverja dagsetningu? Af hverju ekki að hafa einhvern tímaramma á þessu? Já, í fyrsta lagi þetta auðvitað þannig að íslenska ríki skuldar ekki peninga sem verið að reyna að ná í út úr þrotabúum. Þannig að íslenska ríki ekki minna beina aðkomu þarna. En við höfum þurft langan tíma til þess að gera okkur grein fyrir því til að sjá svona til botns í þessum vanda og ég vil meina að það hefur ekki gerst fyrir kannski síðustu 12-18 mánuðum að við höfum séð svona nákvæmlega hvaða kraftar eru að verkum þarna og þú þarft að vita það nákvæmlega til þess að geta tekið einhverjar ákvarðanir. Og þar sem að þetta ekki skuld ríkisins og þetta eru einkaaðilar sem eiga hér í hlut, að þá höfum við svo sem ekki alveg fulla stjórn á því hvernig hlutirnir svona atvikast. En það líka mjög mikilvægt að hafa það í huga þegar við erum að ræða höftin að þó að það sé oftast til umræðu í fjölmiðlum að það sé einhverju kröfuhafar þarna á ferði eða einhverju aflandskrónu eigendur að þá horfi ég þannig á höftin að ég sé nú bara húsin í Reykjavík vil hliðina á mér. Það eru Íslendingar sem eru í höftunum. Hver einasta fjölskylda í höftunum, hvert einasta fyrirtæki, lífeyrissjóður, íslenska ríkið. Við erum í höftum sem land og umræðan þegar menn segja, af hverju ekki búið að ná ykkur niðurstöðu við kröfuhafana? Af hverju ættu þeir yfir höfuð að hafa eitthvað forgang umfram íslenska ríkisborgara, íslensk fyrirtæki, lífeyrissjóðu aðra þegar kemur á því að fá aðgang að erlendu fjármagni og fá að taka það út á landinu? Mér finnst að þeir ættu bara alls ekki að hafa eitthvað forgang, bara alls ekki. Já, en við töpum samt á því að þetta taki svona langan tíma. Við erum bara eins og þú varst að tala fjárfestingar og annað. Já, við töpum á því að höftin séu varpa skugga yfir efnahagslífið. Þau eru merki mikinn veikleika. Og þess vegna erum við að vinna hörðum höndum að því að þróa leiðir út úr þessum vanda. Það getur vel verið að við þurfum sem stjórnvöld að skapa einhverja hvata til þess að hlutirnir gerist hraðar. En ég miklu bjartsýnni heldur en að ég lengi framan að var á að það sé raunverulega hægt að smíða lausn sem að getur losað svona þessa miklu spennu úr læðingi á skömmum tíma. Á þessu ári? Já, það getur gerst á þessu ári, en það fer eftir því að hvort að það sé hægt að svona samstilla væntingar allra þeir sem eiga í hlut. Þá spyr ég menn, ok, þegar þetta gerist, höftunum aflétt og jafnvel bankarnir seldir í framhaldinu, hvers konar peningakerfi munum við búa við þá? Hvað tekur við? Men það kom könnun í vikunni sem sýnir að helmingur þjóðarinnar vil henda krónunni. Þurfum við ekki svolítið að segja þú veist, hvernig verður efnahagskerfi Íslands þegar að höftunum sleppir? Bara skjóta því að varðandi höftin, þau munu ekki fara í einu vetfangi svona, bara einn daginn eru þau og næsta dag eru þau ekki. Það munu fara í skrefum. Þannig að þetta verður svona tímabil, þar sem að þau svona smám saman hverfa.